Í dag ætlum við að tala svolítið skemmtilegt sem að við höfum nefnt í mörgum öðrum þáttum sem að svolítið kemur út frá vibe coding sem að mjög margir þekkja og við vorum svona aðeins að pæla í því hvað mætti kalla þetta á íslensku. Besta sem ég kom með var feelingsforritun og nema við ætlum líka aðeins að tala um þetta í víðara samhengi svona út frá því hvað að gerast við vinnu hjá fólki og verklag og svona og tala aðeins um eiginlega bara vibe working í víðara samhengi. Hvernig lítur vinna út þegar við erum að nota gervigreind eins og við erum mikið að nota hana? En áður en við förum að tala um þetta vibe coding og allt þetta vibe stuff þá langar við að benda á að tvær af spánum mínum sem ég gerði núna bara rétt fyrir áramót nú þegar búin að rætast. Það væri hægt að túlka þannig að gervigreind að þróast miklu hraðar en ég bjóst við eða bara þetta voru ótrúlega konservativ spár hjá mér. Já, bara ekkert edgy við það sem þú sagðir. Nei, þetta var ótrúlega fyrirsjáanlegt og allir hefðu sem geta sagt það. En þetta var sem sagt að núna ChatGPT að fara að byrja að innleiða auglýsingar. Ég náttúrulega talaði um þetta aðeins meiri núans. Ég sagði að þeir myndu gera það einhverju leyti út frá kontentinu þínu. Það er að segja að það muni auglýsa til þín út frá einhverju sem þú hefur rætt áður. Eru þau að fara að gera það? Held ekki að það verið gert í byrjun. Þeir voru, af því að þeir eru að stíga svo varlega, að þá sögðu þeir að öll samtöluðin eru mjög private og við munum ekki gefa einhverjum auglýsendum aðgang að samtöluðinum og svona og voru alveg bara hérna með hendurnar uppi á meðan þeir voru tilkynna þetta. En það verður áhugavert að sjá hvernig þetta svona birtist. En þetta verður fyrst bara fyrir fría notendur og fyrir þá sem eru með ódýrustu útgáfuna sem glæni. Go-útgáfuna. Já, ChatGPT Go. Í augnablikinu mælum ekkert sérlega með að fólk fari í að því maður fær voða lítið fyrir peningin. Já, ég meina þú ert líka byrja með auglýsingar. Þú græðir ekki einu sinni það. En þú ert einmitt ekki að fá, held ég, aðgang að thinking í neinu magni sem skiptir máli. Af því meiri sé í frí að þá getur þau triggerað thinking með routerlíkanu en ég sé ekki alveg ástæðu til þess að fara í Go. Nei, ekki heldur og flestir sem eru að hlusta ætti að vera í plus eða business áskriftinni. Jafnvel enterprise ef að fyrirtækið er komið þangað. Þannig að ef þið eru að greiða fyrir ChatGPT eða fyrirtæki þá ætti þið ekki að áhyggjur af þessu. Já, en reyndar, fun fact, þá Go ekki eins nýtt og margir halda. Nei, einmitt. Ég held að þetta sé allavega orðið svona hálfsárs gamalt. Já, bara nýtt á Íslandi. Þetta kom fyrst í Indlandi. Já. Þar voru náttúrulega fást við svolítið öðruvísi markað með ólíkt budget og þar var ekkert svo sjálfsagt að vera tilbúin að $20 á mánuði í eitthvað svona tól. Laun náttúrulega mun lægri og þannig þetta var til þess að koma á móts við tekjulægri þjóðir. Það er áhugaverð pæling sem kannski ekkert allir hafa pælt í þegar þú verður alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki og þarftu mjög mikið að hugsa út í kaupmátt. Já. Það bara í þjóðum með lægri kaupmátt, það er bara mjög erfiðar að selja. Já, og líka erfitt ef þú ætlar að hafa þetta dýrara á Íslandi og Sviss og einhverjum svona ríkari þjóðum. Ég held að fólk myndi ekki taka því sérlega vel. Nei. Þannig að þá verður eiginlega að hafa þetta eins hátt og þú getur látið meiri hlutan borga. Já. Vitandi að einhverju hefðu borga meira og einhverju mun ekki. Þannig að þetta er rosalega mikið optimization. Já. Svo endur á rosalega kringlóttri og arbitrary tölu sem var $20 sem bara allir veldu. Einmitt. En þetta var fyrri spáin sem búin að rætast með auglýsingar og hin spáin tengist mun betur viðfangsefni þáttarins. Já, það er alveg málið. Ég spáði því að það myndi koma út eitthvað eins og Claude Code nema fyrir þá sem eru ekki forritarar og það er bara það sem var svo eiginlega tilkynnt held ég innan við viku eða 2 vikur eftir áramótin sem að Claude gaf út eða Anthropic gaf út. Nema, núna þegar ég pæli því það finna að þeir sögðu að þetta hefði tekið á 10 daga að búa til þessa lausn. Já. Mögulega byrjuðu þeir bara á þessu eftir áramót. Eftir að heyrðu podcastið okkur? Já, og sennilega var það ég sem gaf þeim hugmyndina. Nei, en það fannst mér svolítið áhugaverð staðreynd. Þeir sögðu að þetta hefði verið meira og minna bara 100% skrifað af gervigreind, þetta tól, og þetta hefði tekið 10 daga. Og það voru margir að fríka út yfir þessu. Það er aldrei að vita nema við tökum þátt eða gerum eitthvað efni þessa lausn. En hún heitir Claude Cowork. Einmitt, og það er svona, við erum ekki alveg tilbúinir að tala hana eitthvað ítarlega í dag, nema bara svona út frá því hvað þetta á að vera, af því að við erum ekki búinir að vinna mikið með þetta og viljum ekki vera að segja of mikið þessuna.
En það sem við munum tala mun betur Cloud Code í þessum þætti sem þú hefur unnið töluvert meir en ég allavega með en ég hef kynst í svolítið. En það einmitt viðfangsefni þáttarins. Það þessi feelingsforritun eða feelingsvinna. Þetta kemur, þetta orð, vibe coding, var eiginlega upprunni þessa vibe notkunnar í samhengi gervigreindar. Algjörlega. Ef mér skilst rétt, þá var einhver sem settist var búinn að vera að forrita með aðstoð gervigreindar án þess að vita almennilega hvað hann var að gera og setti inn á Instagram mynd af Rick Rubin sem mjög þekktur pródúser í tónlistarheiminum sem er með mikið hvítt skegg og algjört svona íkon hefur pródúserað plötur fyrir Kanye West og fleiri og setti mynd af honum með headphone í algjörum feeling að búa til tónlist og skrifaði vibe coding. Nice. Að þegar þú ert að forrita þá líður bara eins og sért Rick Rubin í stúdíóinu að bara búa til eitthvað sjúkt lag. En það kemur ekki óvart að þetta orð hafi náð að festast af því að það svo lýsandi, maður tengir svo mikið við það en líka frá báðum hliðum. Það að segja þeir sem að elska þetta, þeir upplifa þetta lýsandi en þeir sem eru á móti þessu, þeir upplifa þetta líka smá eins og þetta sé diss. Já, svona, ertu bara að vibe-kóta. Já, og að því að þeir líta forritun sem eitthvað svona mun fáaðra eða mikilvægara dæmi sem er svona nánast vísindalæra. Þannig að fyrir þeim að þá þetta eiginlega móðgun en fyrir hinum þá þetta eiginlega bara geggjað orð. Já, hvernig myndirðu svona lýsa vibe coding fyrir einhverju sem hefur aldrei stundað eða þekkt? Já, ég vibe coda eiginlega orðið bara. Þannig að en ég læriði forritun náttúrulega í hugbúnaðarverkfræðinni í háskóla. Já. Munurinn fyrir mér að þú ert svolítið að sleppa tökum á útfærslunni. Það að segja, það eru oft ótrúlega margar leiðir til þess að láta sama hlut gerast í forritun og sumar þeirra réttari en aðrar, sumar hraðari og sumar betri og þegar þú ert að forrita þá þarftu að hafa yfirleitt svolítið svona ákveðið líkan í hausnum af því hvað þú ert að gera. Þú þarft að hugsa svolítið abstrakt og pæli hvernig hluti tengja saman og vera komið með smá mynd af þessu í hausinn. Þú sleppir því nánast alveg þegar þú ert að vibe-kóda nema þá ertu bara að pæla í stóra systeminu. Þá ertu bara að pæla í útkominni og þarft bara að hafa laust konsept yfir nákvæmlega hvernig eitthvað útfært. Þú sleppir smáatriðunum og þetta er svona svolítið eins og að blurra augun þegar þú ert að forrita. Þú ert ekki að pæla í stökum hlutum. Þú bara treystir gervigreindinni til þess að sjá smáatriðin og kannski önnur leið til þess að lýsa því og líka tilfinningunni hvernig það að gera þetta. Að þetta er smá eins og að vera micromanagera forritara sem ógeðslega fljótur að vinna stendur yfir öxlina á honum og horfir á það sem hann gerir og segir gerðu þetta næst og nærðu þannig að koma hugmyndinni inn í framkvæmd mun hraðar en af því þú ert að sleppa tökum að þessa framkvæmdinni þá missur líka stundum sín á eiginleikum forritsins og hvað meikar sens að gera út frá því og hvað ekki. Og þetta veldur oft ákveðinu svona flækjum. Þetta getur orðið smá svona spaghetti-kóði eins og óft kallað. Mér finnst réttara það sem hún segir með að þú sleppir tökum á framkvæmdinni fyrir ekkert heldur en sleppir tökum á smáatriðunum. Að því að þú sleppir rauninni bara tökum á öllu því sem skiptir þig ekki máli akkurat núna. Ef þú vilt festa því smáatriðum og segir getur þú gert þennan takka aðeins rúnaðri, getur þú sett skugga á hann eða pæli í einhverjum svona litlum atriðum þá þið frjálst að gera það og það er svona svona svolítið hugmyndin á bakvið þetta að þér frjálst að gera það sem skiptir þig máli en pælir ekki endilega í eins og segir framkvæmdinni. Þú tekur bara fram það sem skiptir máli, skorðar það út frá ákveðinni lýsingu en leifir því að fylla inn í rest. Algjörlega. Bara, og þetta opnar fáránlega mikið á aðgengi. Flestir sem eru að vibe-kóda eru mjög mikið að pæla í útliti minna kannski arkitektúrnum og kóðunum og svoleiðis og eru með þetta sjónrænt fyrir framan sig og segja, heyrðu, þegar ít á þennan taka gerist ekki neitt. Forritið lagar það. Heyrðu, þegar ég ít á þennan taka og kemur samt vitlaust upp núna, forritið lagar það og svo framvegis. Þannig að þau eru í rauninni nálgast þetta út frá bara notandanum. Já, svona út frá útkominni. Bara svo lengi sem að þetta lítur rétt út og haga sér rétt, það er með sama. Sem að er ekki gott practice fyrir fyrir hugbúnað sem á að fara í production eins og talaðum.
þar sem að þú ert að fara að vera með kannski 1000 notenda og einhverju munu viljandi reyna að misnota og einhverju munu miskilja kóða en einhverju munu prófa hluti sem að þið datt ekki í hug og þá byrja hlutir að brotna og af því að þú varst ekki að gera þetta sjálfur þá ertu svolítið blindari fyrir veikleikum, blindari fyrir mistökum og þannig að Þarna erum við að tala svolítið vibe coding í svona bókstaflegustu mynd, það sem að þú ert bara að sleppa tökum á allri framkvæmd. Já. En svo finnst mér vera til svona mismunandi stig af vibe-kóðun, að það er til vibe-kóðun sem að einhver sem hefur aldrei enga reynslu á forritun fer í. Og þá fer hann yfirleitt í eitthvað tól eins og Replit eða Lovable, þar sem að þú bara gefur lýsingu á bara forritun í heild sinni og svo bara ferða af stað og bara liggur klukktíma seinna og kíkir og þá er eitthvað tilbúið og svo gefur bara eitthvað endurgjöf. Einmitt. Svo er til miklu svona, kannski svona meira low-level form af vibe-kóðun, kóðun, þar sem að þú ert að gera kannski meira eins og ég, þar sem að ég er að segja forritun að vinna fyrir mig, en ég les allt sem kemur út og ég er mjög fljótur að koma auga á, heyru, þetta er ekki rétt útfært hjá þér, þú verður að gera það svona, þetta býður upp á að brotna í framtíðinni en þá það maður náttúrulega reynsluna, sko. En svo er sko, það sem að, þessi gæðastjórnin er svo stórt vandamál, það er að segja að tryggja hluti sér góður, en smá svona mótrök fyrir því að vera að stressa sig á því eru að þetta er oft svolítið svona einnota kóði. Þú ert ekki oft á tíðum þegar þú ert að vibe-kóda eitthvað, þú ert að gera eitthvað mælaborðið eða henda saman einhverju fyrir liggvi bara fyrir eitt demo eða eitt fund, þá þarf þetta ekki að vera eitthvað sem að þarf að vera byggt nú og vel til að reka það í nokkur ár. Einmitt. Þú byggir það bara svona eftir því sem þú þarft það og ef þú ert ekki að gera þetta fyrir 1000 aðra notendur þá skiptir þetta honestly ekki það miklu máli ef þetta svona gets the job done. Einmitt. Ef þetta fer aldrei út fyrir tölvuna þína sem að mikið af tólum gera aldrei að þá er þetta algjörlega tilgangslaust að vera að festa sig í einhverju svona atriði. En mér er svolítið áhugavert af því að þegar ég var seinast að forrita eitthvað mikið í mínu starfi sem sérfræðingur þá í gagnavísindum þá var þessi gervigreinda forritun, hún var miklu styttra á veg komin. Þá var maður fyrst að nota bara GitHub Copilot og það var mjög líkt bara venjulegri forritun nema það var bara alltaf að klára línuna sem þú varst byrjaðar að skrifa. Þú byrjaðar að skrifa eitthvað og svo allt í henni poppaði upp svona eins og autocomplete þar sem að það giskaði autocomplete er svona að það giskar að hvað orð þú veist að gera nema þetta var autocomplete á heilu setningar eða heilu línur að kóða og það pikkaði fljótlega upp mynstur, það sá hvað þú gerir í seinustu línu og ef það var mjög endurtekin kóði þá giskaði það alltaf rétt. En svo stutt eftir það Ég ætla að segja sko, ég man ógeðslega vel eftir þessum tíma og sýndi Brjáni vinni mínum, við bjuggum saman á þessum tíma, sýndi honum bara að ég var að sækja eitt forrit hérna er ég að skrifa kóða og svona ger ég vanlega og svo poppaði bara skjáin bara bálkur af kóða og ég byrjaði að vinna mikið með þetta mjög snemma og eitt sem ég var farin að gera var að þegar maður er að forrita þá getur maður að skrifa komment í kóðan sinn og komment hafa engin áhrif á hvernig kóðan keyrir heldur bara til þess að skilgreina fyrir aðra forritara sem gætu nota kóðan hvernig hann virkar en þetta forrit GitHub Copilot las líka kommentin þannig að ef ég skrifaði hér er fall sem að tekur inn nafn og fornafn og eftirnafn og skeytir í saman að þá kláraði þetta fall fyrir mig. Maður var farin að forrita með kommentum. Bara að lýsa, svo gerist þetta. Og þannig að maður byrjar að vibe-kóða, sko. Nefnilega, af því að þarna varstu að gera það sem við erum að gera núna á stærri leveli. Af því að þá lýsum við því sem það var búið til. Þannig varstu að lýsa því sem átt að koma á eftir á mannamáli og svo fækst út einhverju niðurstöðu. Og svo í rauninni var þetta bara betra og betra upp á það að gera að í stæðan fyrir að lýsa einni línu eða að lýsa einu function að þá varstu farin að lýsa bara heilu forriti. Þannig að í dag þetta er búið að fara í gegnum með þess að nokkur svona finnst mér svona hamskipti bara á seinasta ári. Það er að segja að mér fannst fólk fara frá mér fannst fólk vera farið alveg fyrir ári síðan svolítið frá þessu GitHub Copilot dæmi og var komið svolítið meira í bara á tímabili að copy-pasta úr ChatGPT bara heilu funksjónin þá varstu komin svona hálfa leið yfir í það sem við höfum í dag þar sem að þú lýstir
mikilli virkni og það skrifa mörg föll og mikinn kóða og þú treystir því bara til þess að virka eitt og sér og stakkst því svo inn í kóða þinn svolítið eins og maður gerði með Stack Overflow hérna í gamla daga og fannst bara eitthvað sem var búinn að leysa þetta nema svo komu tól eins og Cursor þar sem að þetta var í staðinn fyrir að vera alltaf að flakka inn og út úr ChatGPT þú væri sjálfur að copy-pasta já og þú þurftir alltaf að koma með kóðaðinn til þess að sýna því hvað þú varst búinn að gera svo að geti unnið á móti en Cursor var með það saman á einum stað þannig að það geti séð allt sem þú varst að gera og hjálpa þér með það á staðnum þannig að það var skref í næsta átt svo þetta búið að þróast pínu eftir það svo fór maður að vinna með svona vibe coding agents þar sem að þú gafst þeim lengri verkefni ekki eitthvað svona one shot ég ætla að skrifa hérna kóða sem gerir þetta heldur bara halda áfram vinni í þessu þar til það leysir all þessi test eða þar til að þú telur þig vera búinn og þá kannski var þetta vinni í hálftíma í senn svo finnst mér vera komin út frá þessu nokkra ólíka leiðir sem forritar að vinna sumir eru bara fannir all in í þetta agent og eru bara að vinna hverju sinni bara með 3-4 einhverja svona aðstofamenn að deila bara verkefnum á þetta bara í algjört flæði að láta þessa forrita fyrir sig saman sendir einna staði 20 mínútur verkefni sendir næsta staði eitthvað annað og svo bara bregðstu við svo finnst mér einhverju vera farnir Replit svolítið þarna nema bara með, finnst mér frekar einn sem vinnur rosalega lengi og rosalega klár í staðan fyrir marga litla en svo margir farnir að nota Codex og nema Codex frá OpenAI þú veist, einhverjir nota þetta inn í Codex umhverfinu einhverjir með þetta í skýinu og einhverjir með þetta inn í forritunarumhverfinu sínu og ég náttúrulega átta með þess að því núna þetta orðið ansi nördalegur og svona tæknilegur þáttur við erum örgulega búin að missa ansi marga þarna á þessum tímabúti en við verðum að leiða okkur öðru kóra að þetta ekki svo nördast sko Codex fyrir mér fyrst og fremst líkan þetta bara þjálfaði líkan frá ChatGPT sem sérstaklega gott frá OpenAI sem sérstaklega gott í hérna forritun en þú getur notað á mismunandi hátt þú getur notað í CLI þú getur notað það þú veist í skýinu þú varst að segja mig frá einni annari nálgun sem að var hérna headless nálgunin mér finnst hún skemmtileg það eitthvað sem komið inn í þessi CLI tól eins og Claude Code, Gemini Code, eða hvað heitir Gemini eitthvað. Það sem að þau keyra sem sagt vanalega bara inn í CL-inu eða terminalinu sem að í rauninni svona eitt lægsta formið af tölvunni sem þú getur notað. En þú getur sett það í headless mode sem þýðir að það svarar þér ekki nema bara þegar það er búið. Þannig þú ert ekki að sjá neina hugsun eiga sér stað, hún birtist ekki. Og það er ekki að spurja þig framhaldsspurninga að neinu leyti og það þýðir að þú getur sett þetta á þinn eigin netjón þannig að þú getur með annarkvort í skýinu eða heima hjá þér bara tölvu sem með öllum þínum kóða eða öllum þínum gögnum og svo getur þú átt samskipti við þessa tölvu í gegnum til dæmis bara WhatsApp og senda á hana bara hæ, nennir að tjekka á skjölunum í tölvunni og gefa mér smá samantekt varðandi fyrirtæki mitt fyrir fund sem ég er að fara á. Sem væri sko líka næs ef forritari setur þetta upp og gefur einhverjum stjórnenda sem engin forritari aðganga þessu að einhverju leyti, þetta er mjög riski en segjum eitthvað bilar og þá væri ótrúlega næs fyrir stjórnendan að geta bara sendt þetta inn á Slack eða láti vita í rauninni, heyrðu, það eitthvað vill að koma hérna hjá þessum notendum, ertu til í að kíkja á það og það reynir svo að laga það. Gekkja ef þú getur bara svona að vera með þannig forritara á vakt 24/7. Já, ég prófaði að setja upp svona workflow því ég er alltaf að nördast í N8N þar sem að maður getur tengt saman alls konar skref í verkflæði. Ég prófaði að setja upp flæði sem að ég hef ekki mikið notað en það er mjög skemmtilegt og var gaman að setja það upp sem að ég er með kerfi sem að nemur það ef það gerist einhver villa inn á síður sem ég er að forrita og leið og það gerist að þá er sendt skilaboð inn í N8N sem að sendir það á Linux tölvu sem að ég er með heima sem að lætur Claude Code finna út úr vandamálinu, búa til pull requestu og setja á GitHub. Þannig að ég get þá opna síman og sagt bara já, flott, þetta er geggjað vel leyst og setta inn. Þannig að ég er þá bara í gegnum síman minn að laga villur, að samþykja. Já, bara fyrsti viðbragðsaðili sem að svona gerir tilraun að leysa
og þá geturðu bara segja með mitt að því að sko maður hefur heyrt forritara þar sem að ef það bilar eitthvað bara þurfa þær að drífa sig heim og sittast í tölvuna og fara að laga þetta. Geggjað ef að í staðinn þá bíða þær í 5 mínútur á meðan að þeir eru að gera sig til að fara, sjá svo lausnina, henda því inn, svo þurfa þær ekki að fara í panik og skemma kvöldið sitt af því að það var annar forritari tilbúin á vaktinni. Já. Þarna skiptir rosalega miklu máli að vera búin að skilgreina hvernig maður höndla vandamál. Af því að í forritun þá geta vandamál verið nokkurs konar. Ein tegund af vandamálum eru ekki vandamál. Stundum gerist eitthvað sem er ekki vandamál, er kannski flaggað en hefur engin áhrif og þarf ekki að pæla í nema kannski bara upp á að þetta birtist ekki aftur í mælaborðinu. Einhvers konar alert bara sem er ekkert eitthvað kritikal. Já, gallinn við þetta er að Claude Code myndi líka reyna að leysa það ef beðið það. Þannig að það þarf að segja, finnst þarftu að pæli því þetta raunverulega vandamál. Svo eru vandamál sem mjög erfitt sem að þarf reynslu til að skilgreina hvort þau séu framenda eða bakenda. Og þetta getur til dæmis verið bara, þessi notandi reyndi að nálgast þetta skjal sem hann hefur ekki aðgang að. Það eru 2 lausnir, annaðhvort á hann ekki að geta nálgast það. Já, klart bara ekki, ég laga þetta. Ég er búin að gefa öllum aðgang að þessu skjali. Já, nú geta allir lesið launaupplýsingar alltaf. Já, þannig að þetta er eitthvað sem þarf algjörlega að meta, sko. Þannig að ég myndi segja svona að fyrir mig, að því að ég er búin að vera að testa þetta, þá er þetta virki í svona 30% tilfella. En ef ég myndi skýra þetta betur, útskýra flæði mitt, útskýra svona smá reglur, þá myndi það gera þetta, þá myndi ég örugglega ná að hækka þetta vel, kannski upp í 80% eða eitthvað, út frá því hversu góðar kvaðningar ég skrifa. En sko, eitt sem að, vil að greið mitt bara svona að segja, svona að reflekta á þessu sem þú ert að segja, að mér finnst núna vera svolítið ástand í forritun á heiminum þar sem allir eru bara að prófa eitthvað. Og þegar ég var í hugbúnaðarverkfræðinni það voru svona þekktar leiðir til að vinna. Það var að tala um agile og það var að tala um svona mismunandi svona, þú veist, við fylgjum þessu prósessi til þess að leysa svona vandamál og gerum hlutina svona. Og það var svona, hlutir voru búnir að settla og það voru þetta alltaf einhverju svona ögra norminu og prófa að vinna á nýjan hátt. En í dag þá líður mér eins og það viti engin réttu leiðina til að vinna með gervigreind og engin svona, það er ekki komin einn góð patterns, heldur bara allir einhvern veginn, segðu hvað ég lét virka hérna og svo, þú veist, herma einhverju eftir því og gera einhverju breytta útgáði og hlutir eru bara einhvern veginn stökkbreytast ótrúlega hratt og ég held að það sama eigi ennþá eftir að gerast með eiginlega öll önnur störf þegar að þau byrja að fara inn í sitt vibe coding tímabil. Þegar að við förum að vibe eða sem sagt svona feelings vinna á aðra vegu. Algjörlega. Ég hef séð svona út frá vibe coding talað til dæmis vibe marketing og vibe sales. Sem að mér finnst mjög áhugavert af því að eitthvað ég talaði um Rick Rubin áðan og hann er búinn að setja sig vel inn í vibe coding. Hann er byrjað að forrita sjálfur, jafnvel þó hann sé sko tónlistarprodúser. Gerði stórt starfsverkefni með Anthropic þar sem að þau bjuggu til svona heimasíðu í formi bókar sem þú gast breytt á meðan þú varst að lesa hana. Þannig að þú gast promptað og sagt breyttu litunum og þá breyttust litirnir og mjög skemmtilegt verkefni. En hann kallaði vibe coding the punk rock of software. Ástæðan fyrir að segja það er að því að bara að þegar að punk rock kom inn eða punkið að þá þurftur ekki að vera klassískt lærður tónlistarmaður eða einhver sem væri sérfræðingur á hljóðfæri sitt endilega. Heldur lækka þetta. Bara brauta allar reglurnar og bara gera þetta eins og þeim sýndist. Þannig að allt í einu hver sem tekið upp tónlist ef þú varst með einhverja tilfinningu sem langað að skapa. Og vibe coding svolítið að gera það nema bara varandi í forritun. Að hver sem getur tekið þetta upp ef þú ert með einhverja geggjaða hugmynd og tilfinningu eða pælingu sem langar að skapa. Þetta lækkar þröskuldin rosalega mikið fyrir þennan gera. Var kannski tónlistabransinn bara löngu búin að finna upp á þessu vibe-stöfi áður en að þarna tónlist hefur bara alla tíð snúist vibe frekar heldur en eitthvað annað sko. Þannig vibe music bara music. Bara music sko. En ástæðan fyrir ég nefni þetta núna er að því að við förum að tala vibe marketing og vibe sales og svona. Og forritun eitthvað sem að ég hef ekki þurft að lækka þröskuldin til þess að komast inn í. Ég var komin yfir þennan þröskuld áður. En
markasetning og sala eitthvað sem ég ekki sérfræðingur. Einmitt. Þannig að þú ætlar að vera svona punk rock marketer. Já, það þar sem að mig langar að lækka þröskuldin, sko. Geturðu, mér langar bara að þú getur sett þetta strax í ferilskrána hérna. Punk rock marketer, punk rock sales, bara, wow. Punk rock coder, also traditional coder. Já, einmitt. Nei, það eiginlega skemmtilega að kalla þetta, sko, punk rock programming. Já. Þannig að ég alveg sammála því, það en sko, áður en við hoppum í þessar mismunandi gerðir af væpinu. Já. Bara þetta nýja tól, þessar nýja fréttir, Claude Cowork. Já. Sko, að því að við fylgjumst báðir með X, stundum overlappa það sem við sjáum og við heyrum sömu hlutina, stundum heyrum við rosalega ólíka hluti. Já. Það sem að ég sá í umræðinni var að fólki leið bara eins og, sko, já, bara eins og Jesú væri risinn í annað skipti, það bara að það var bara búið að leysa öll heimsins vandamál, það voru allir svo mikið að peppa þetta. Já. Og það var svo mikil stuðningur og jákvætt og allir að tala hvað þetta væri loksins komið, en þú upplifir svolítið annað. Já, sko, það ekki það að þetta sé ekki að auka aðgengi, sem að mér finnst alltaf geggjað. Já. Þetta að auka aðgengi, þetta allt í einu búið að einfalda lækka þröskuldin að því að komast inn í Claude Code. Já. En það sem svona minn algoritmi að tala bara því að ég með þennan svona forritara algoritma sem allir eru nú þegar löngu búnir að þessu, bara, þetta ekkert stórt. Já, þetta ekkert nýtt. Þetta ekkert nýtt. Sko, ég sammála að því leyti að þetta ekki beint ný virkni. Einmitt. Það voru ekkert einhverju hlutir sem að þú getur núna gert svo gast ekki áður gert, en það sem ég finnst vera lykilatriði að það var eiginlega enginn nema forritarar að nota þetta út af því að það vill enginn vinna á skipanalínunni í tölunni sinni. Það vill enginn vinna þannig og líða eins og hann sé í Matrixinu eða líða eins og hann sé hackari. Þú veist, fólk vill hafa notenda viðmót. Og það sem Claude Code vantaði var notendavænt notenda viðmót. Og þetta svona eina af fyrstu tilraunum til þess að auka aðgengi að svona verklagi fyrir það sem ekki forritarar. Já. Og það svona, sko, mér finnst eins og það séu ótrúlega margir hlutir í heiminum okkar þar sem notenda viðmótið byltingin, ekki undirliggjandi tæknin. Eins og þegar iPhone kom fyrst út, þetta var bara nýtt notenda viðmót. Já. Þú veist, voru með einhvern öflugri örgjörfa en allir aðrir í fyrsta skipti var eitthvað byltingakennt við tæknina, voru fyrsti með snertiskjána, voru fyrsti með stóran skjána, en þeir endurhugsuðu notenda viðmótið og það var byltingin sem þurfti til þess að almenningurinn vildi vinna á þennan nýja hátt. Og þannig að mér finnst notenda viðmótsbylting vera ekkert síðri bylting þegar að kemur að áhrifum sem að hún getur haft. Ég bara alveg sammála því. Þetta, bara í eðli vörunar erum við algjörlega sammála. Já, en það einmitt máli að forritararnir, þeir svona vilja gatekeep þetta og segja, hei, þetta ekkert nýtt, þetta bara sama gamla, því að þeir fá í rauninni ekkert eitthvað nýtt út úr þessu. Nei. En fatta bara ekki að þarna eru allir hinir að fá eitthvað. Rísa hópur sem að fá eitthvað út úr þessu. En einmitt vandamáli hefur verið notendaviðmót fram að þessu í gervigreind, sko. Og það sem að margir átt sig á að það rísa kapphlaup í gangi að finna notendaviðmótið fyrir framtíðina. Notenda upplifunina. Já. Af því að þetta þarf ekki einu sinni að enda á að vera viðmót. Nei, sko bæði eru stóra áskorun, en þá ég að tala bæði sko upp á hvernig forritin lítur út, en líka bara hvernig tækið lítur út. Eins og margir hlupu allt og snemma stað og gáfu út þarna þessar svona AI companion lausnir þar sem þú varst með einhverja græjur sem þú festir á bóliðin sem að var að taka upp allt sem þú gerðir og tala við. Hálsmenn eða glerugu eða eitthvað sko. Og það var allir að drulli yfir þetta því að það vildi enginn hafa bara eitthvað myndavél að horfa á allt sem þau gerðu og hlusta á allt sem þau sögðu, þau fíluðu ekki akkurat þessa upplifun en þetta voru tilraunir að nýrri svona notenda upplifun og nýju notenda viðmóti. Já, og þetta náttúrulega bara, fyrst við erum að tala þetta, eitt stærsta verkefnið hjá OpenAI sem ekki komið út. Johnny Ive verkefnið þetta. Já, það sem að Johnny Ive sem að var lead of product. Já, einn af þeim sem að talið vera ábyrgur fyrir iPhone-byltingunni með þessu nýja notenda viðmóti.
bara stálunum frá Apple, eða hann var hættur held ég. Þeir allavega tók hann frá því sem hann var að vinna í frá því, eða hvort þeir hafa keypt fyrirtæki sem hann var með, en þeir allavega fenga með sér í lið. Þeir allavega með einn af mönnunum sem fundu upp iPhone-in. Já, og nú allir að velta fyrir sér, verður hann one hit wonder sem að bara gat gert ótrúlega hluti einu sinni. Já. Eða ekki það, ég þori ekki að fara með það, hann kannski búinn að gera fleiri ótrúlega hluti. Já, ég meina hann var í mörg ár hjá Apple og gerði örugglega bara á þess að þekkja ferilskránans nákvæmlega, þá hann örugglega með fingurna í flestum vörum sem komu frá Apple á þessum tímum. En pældi einu, sko, Apple, það sem þeir hafa, að mínum að þetta gert betur en margir aðrir, Algjörlega. Og það sem ég uppgötaði svolítið þegar ég færði mig yfir, núna fyrir, kannski svona rúmlega ári síðan, bara notenda upplifun og notenda viðmóti eru rosalega fínpússuð miðað við það sem maður vanur í Android og í Windows. Já. Það ekki eitthvað ótrúlega margir hlutir sem ég get núna gert sem ég gat ekki áður gert eða get ekki gert, en notenda upplifun og viðmóti bara miklu fínpússaðar. Það óneitanlega svoleiðis. Og þeir hafa gefið út rosa mikið af vörum sem að voru ekki bestu heyrnartólin eða besta í sínum flokki ef þú mælir það eins og allir hinir voru að bera sig saman. Já. En samt vilja allir þennan hlut af því að þetta lögunin sem þeim langaði eða upplifunin sem þeim langaði. Sem gerir það svo mikla synd hvað Apple eru búin að vera lítið að taka þátt í gervigreindamálum. Já. Kannski eru þau bara á baku tjöldin bara að hugsa, allir eru að bera sig saman á einhverjum mælikvörðum og líkunum. Hvað ef við setjum bara allt púður í upplifun? Já. Ég held nema, sko, þeir eru vonandi bara cooking á baku tjöldin. Það væri geðveikt. Já, og svo kemur einn daginn bara, by the way, þeir eru öll búin að vinna eins og fávitar með einhverju spjallviðmóti, bara gervigreind sem að veit allt sem þú vilt. Nei, ég veit ekki eins og hvernig það myndi lítið út. Ef ég vissi það, þá væri ég sennilega einhverjum núllum ríkari. Heldur betur. En þetta eitthvað sem að bara svona, ég held innilega að það eitthvað risafyrirtæki sem á eftir að koma í ljós, ekki orðið risafyrirtæki í dag, heldur mun verða í framtíðinni sem að leysir þetta vandamál. En svo náttúrulega hermallir og það getur verið erfitt að vinna tækni risana sem hafa aðfengin til þess að herma fljótlega eftir og skala hraður upp og allt það. En kannski verður þetta bara eins og windsurf, bara keypt. En notenda viðmóti huge factor. Þannig að ég veit ekki hvort Cloud Cowork sé viðmót framtíðina fyrir svona vibe work, en ég bara kann svo mikið að meta að ég sé að reyna og þetta sé tilraun og eins og ég segi, þetta var 10 daga verkefni sem þeir gerðu. Hvað mörg önnur 10 daga verkefni sem þeir eftir að henda út sem að getur verið miklu betri. Og þú veist, Notebook LM, það líka bara dæmi notenda viðmót, notenda upplifun. Bara einfaldlega virkaði. Já, og þú veist, það ekkert við Notebook LM sem algjörlega uník og ekki hægt að gera annars þar. Þeir bara pökkuðu því svo vel inn fyrir það sem það átt að gera. Já, eitt sem að Notebook LM hefur fram yfir flestar aðra lausnir sem að maður hefur prófað RAG-kerfið sitt. Hvernig þau sækja réttu gögnin og réttu tíma. Og sýna það jafnóðum. Já, að þetta ótrúlega fínpúsað og ég bara, maður þarf eiginlega að kanna það betur bara hvaða embedding model þau eru að nota þarna undir af því það virkar á bara öllum tungumálum, á öllum gerðum af kontenti bara og virðist vera rosalega svona fullkomið og vel útfært sko. Við höfum náttúrulega sagt að Google eru bestir í gervigreind. Google eru bestir í gervigreind. En mér langar aðeins að tala meira viðmótið af því og við erum búin að tala að lækka þröskuldinn. Cloud Cowork eitthvað sem að maður sækir í tölvuna sína og maður tala við það. Og notabene það bara í Mac tölvum núna, Apple tölvum. Og þetta svona research, hvað heitir það? Já, research preview. Sem þýðir að þú þarft að vera í einni af dýru áskriftunum hjá Cloud til þess að fá aðgang að þessu núna. Þannig þetta ekki super aðgengilegt. Nei, þú þarft að vera að borga lágmark $100 á mánuði til þess að fá þetta. Nákvæmlega, og vera með Apple tölu. Það bara sem alls ekki allir eru með. Nei, en þá eftir að aðgengi á pottet eftir að aukast, þetta bara í algjöru pröfu núna. En það sem ég velti fyrir mig, maður segir við það, eitt sem ég ætlum að sé á Twitter, maður segir við það, heyrðu, hreinsaðu til á desktopinu mínu. Og það spyr mig, ertu vissum að þú viljið gefa mér aðgang að þessum skjölum? Ég ít á check og það komið aðgang að öllum skjölunum á desktopinu mínu. Eitt checkmerki
til þess að gefa Claude aðgang að gögnunum í tölvunniðinni. Já, beti, heyrðu, ég hérna með heilbrigðisupplýsingar allra... Já, bara, ég fattaði ekki, ég seifa þetta á desktopið mér. Já, einmitt. Þetta að lækka þröskuldina því að deila persónuupplýsingar. Það er rosalega auðvelt að gera mistök varðandi gagna öryggi og meðhöndlum bara viðkvæmra gagna. Já, þetta eitthvað sem ég held að muni hægja á innleiðingunni í fyrirtækjum, fyrirtækjum Evrópu. Já, þetta gamla góða áskorun varðandi privacy og accessibility. Já. Þetta alltaf það svo mikið svona streita þarna milli. Ef þú vilt bara hentugustu lausnina sem veit alltaf hvað þú vilt og getur hjálpaði með hvað sem hvenær sem þá þarftu basically að gefa þeim aðgang öllum upplýsingum alltaf og bara leyfa þeim að vakta þig continuously. Það nokkuð langar einhvern veginn, þú veist, fullkomna notenda upplýðin væri bara eitthvað sem veit allt þig. Já. En það hljómar líka eins og hell ef að þú þarft að gefa einhver einkafyrirtæki aðgang öllu þig. Já. Þess vegna það maður bara eða 8 milljónum í 4 Mac-tölvur og bara leysa þetta. Já. Keyra þetta bara heima hjá sér. Já, það mjög einfalt. Þú þarf bara að eyða ógeðslega miklum peningi og hafa fyrir því að setja þetta allt í þokkabót. Þekkingu á 8 milljónir og þá ertu góður. Einmitt. Þetta mjög einfalt. Þar hafið þið það. Við erum búin að leysa þetta. Já. En þetta færir okkur svolítið inn í fleiri tegundir af vibe-vinnu eða feelingsvinnu og fólk sem til dæmis bara vinnur við markaðssetningu, vinnur við sölu og svona, það ætti að geta stólið ýmislegu sem búið að gera á forritunarsviðinu. Já, ekki spurning. Bara 100%. Já. Og ég hef séð, þekkirðu Greg Eisenberg? Ekki nógu vel. Nei, hann með hlaðvarp sem heitir The Startup Ideas Podcast og mjög svona virkur þar. Hann hefur verið mikill talsmaður vibe marketing. Sumt efni sem kemur frá honum geggjað. Ég þoli ekki annað efni sem kemur frá honum, þannig að ég á mjög mikið love-hate relationship við. Mjög polarizing. Mjög polarizing, sko. Stundum bara kemur hann með algjört kjaftaði, en stundum hittir hann alveg naglan á hausinn. Og hann hefur verið svolítið upptekinn, sérstaklega í fyrra, árið 2025, að vibe marketing og búið til svona myndbönd þar sem hann að sýna hvað hægt að gera. Og mér langaði að nefna svona nokkrar hugmyndir sem koma frá honum. Dæmi til dæmis að setja upp erindreka sem gæti verið byggður á Claude Code, gæti verið byggður á N8N eða Lindy eða einhver svona aðgengilegu svona flæðislausn. Það sem að þú setur inn annarkvort tengir það við dagatalið þitt eða setur bara inn hvernig þú ert að fara að hitta eða hvaða fund þú ert að fara á og það preppar allan fundin, leitar að fólki á LinkedIn, X, tekur samantekt, basically bara gefur þér upplýsingar eins og bara deep research í ChatGPT fundin sem þú ert að fara á. Þannig að þarna ertu komin í smá vibe sales. Þú ert farin að kynna þér prospect, það getur kannski vita handritið þitt og hvaða línur þú ert almennt að nota og hvernig þú getur aðlaga þér. Þannig að þú ert komin með bara vibe sales í rauninni. Já, nice. Þannig að mér finnst þetta mjög töff. Já. Skoða auglýsingar, vibe marketing, skoðaðu samkeppnina og fyndu hvað er að virka á þeim auglýsingalega séð og gefðu mér hugmyndir að auglýsingum sem getur virkað svipað vel hjá mér. Já. Þetta eitthvað sem ég held að bara flest fyrirtæki var að koma með á einhverjum tímapunkti, bara eitthvað sem að replikatar og svo það SEO, eða sem sagt leitavéla-bestun. Já. Það eitthvað sem að ætti að vera hægt að systematæsa rosalega mikið með gervigreind. Eitt sem að skorar, eða kemur manni hærra í leitavélum eins og Google að það sé aktíft verið að uppfæra síðuna þína. Það einmitt sko, svona leitavélabestun ótrúlega dýnamískur svona leikvöllur. Það þú ert kannski búin að fullkomna hluti út frá metanu eins og það í dag og svo bara hlutum breytt og eitthvað hættir að virka og eitthvað uppgötar eitthvað trikk sem virkar ógeðslega vel. Þetta svona stöðugt arms race. Algjörlega og leitavélarnar eru algjörlega hættar að gefa út hverju þeir eru að breyta. Einu sinni voru þeir mjög opna með það, en það þýddi að fólk átti mjög auðvelt með að brjóta þetta. En það algjörlega hætt að því, en eitt sem svona hefur í gegnum söguna virkað vel að vera með blogg sem reglulega uppfærast. Og ein hugmynd sem ég búin að vera með í kollinum bara gervigreind sem að skoðar nýjustu fréttir, skrifar bloggpósta þær, setur sem draft á síðuna þína. Þú ferð inn og lagar og ítir á publish. Þannig að þú getur sett kannski 2 bloggpósta á viku
sem að eru að mestuleiti skrifaðar á gervigreind. Já, sem samt sko, þetta hljómar eins og eitthvað tricks, en þetta hljómar líka hræðilega. Já, þetta, sko... Upp á það að gera að sko, maður hefur séð newsletters og alls konar svona hluti sem mjög greinilega bara að skrifa að gervigreind, myndin gera gervigreind, hugmyndin gera gervigreind og þá það algjörlega slekkur á manni. Það bara svona, akkur ætti ég að nenn að lesa þetta þegar þú nefndir ekki að búa þetta til. Það þessi frasi sem maður heyrir svolítið. Og það svona, mér finnst það devalue brand svolítið mikið. Þó þetta kannski geimi einhverja svona leitavéla bestun. Já. Að þá finnst mér eins og þú tækir áhættu þarna með að lækka virðið bara á... En ef hugmyndin kemur frá þér, draftið kemur frá þér og loka yfirferðin kemur frá þér. Já, en ég meina, þú veist, þú ert þá í rauninni bara að tala um að fínpúsaefni með gervigreind, eða hvað? Bara, já, loka yfirferð. Einfalda verkflæðið í rauninni að vera komin í eitthvað. Algjörlega, þú veist, og það mjög valið, sko. Svo lengi sem að þú ert ekki mitt búin að sleppa álega tökum og ert bara að leyfa hlutum að fara út, bara að þú ert búin að sjálfvirknivæða að slopp. Já. Eitt sem að ég sé er fólk sem setur upp Google Sheets töflu, þar sem að þau eru með helstu hugmyndir að postum sem við langar að skrifa. Svo er automation sem að kannski á 3 daga fresti fer og sækir nýja hugmyndi í skjalið, leitar út frá núverandi umræðu, skrifar einhverja beinagrind, þú ferð yfir hana lagar, hún skrifar efnið, þú lagar og svo ítir á publish. Já. Það er rosalega mikilvægur þessi human in the loop þáttur þarna. Já. Af því að, já, ég allavega held að eins og staðan í dag að ef þú stígur ekki varlega með svona gervigreindar content sköpun, að þá áttu stutt í bara að missa allt svona, allt traust. Algjörlega. Maður hefur séð fyrirtæki sem eru augljóslega 100% keyrið af efnið þeirra 100% skrifað og keyrt af gervigreind. Já, og það bara leið þá missir áhuga. Já. Sem mjög áhugavert, sko, að pæli því allavega að við sem erum svona svolítið talsmenn gervigreindar á ýmsu vegu, erum samt að segja við fólk bara ekki posta bara AI stöfi. Það, þú veist, hver sem ástæðan fólk bara fílar það ekki. Nei. Og ég fíla það ekki. En ég fíla samt ótrúlega margt sem gert með gervigreind, en einmitt, þetta rosalega svona vand með farið. Já. Já, þetta einmitt svolítið svona, þetta eru hætturnar eins og við ætlum að snerta á hérna. Það þessar hættur með allt þetta vibe stuff að þú enda bara með að dæla út meira rusli, sem samt sko verður ólíklegra eftir því sem gervigreindin verður klárari. Já, já. Þú veist, þegar þú ert komið líkan sem er klárari en þú á ótrúlega marga vegu, að þú veist, ætti það ekki þá líka að geta dælt út betra efni heldur en þú myndir gera. Jú, svona í kenningunni. Eitt sem að maður líka, þú veist, sem ég velti fyrir mér, hefur maður alltaf tekið eftir öllu sem að gervigreind? Það ómögulegt að segja. Já, af því að ég man... Þú tókst ekki eftir að það var þarna. Já, ég man þegar við heyrðum Notebook LM podcast fyrst. Já, já. Sem að voru bara 2 gervigreindaraddir að tala saman og maður var ekki kominn með þetta svona... Nei, maður fattaði ekki strax. Nei, maður fattaði ekki strax. Maður hlustaði á fyrstu 3 mínúturnar og hugsaði, heyrðu, vá, bara hvaða fólk þetta sem að tala? Og svo bara, já, þetta búið til að gervigreind. Já, og instantly það misti maður á. Já, þá allt í einu bara, já, nú ég hættur þessu og það sama, bara núna ef ég íti á YouTube-myndband sem hljómar spennandi og ég heyri strax að þetta gervigreindarödd, þá ég farinn, sko. Pældi hvað internetið og heiminum væri miklu áhugaverðari, ef þú vissir ekki að gervigreind væri thing, og þú bara trúður öllu sem þú værir að sjá og hefðir áhuga á öllu þessu contenti og þú bara eitthvað, vá, ég sá ótrúlegasta myndband sem ég nokkuð tímann séð. Það bara, þú veist, það var hundur sem kom inn úr hvirfilbyli og hann bara bjargaði bara bátum fulla af köttum og eitthvað. Það bara, vá, hvað náttúran falleg. Bara. Þetta er það sem maður heyrt með fullorðna fólkið. Þetta er svona grín sem er á netinu, fullorðna fólkið sem trúir gervigreindamyndböndum, sko. Já. Þau ekki með þennan filter sem að margir yngri sem að bæði eyða meiri tíma á netinu og eru meira vakandi fyrir þessu, eru konum með. Fólk sem að langar að fara að kynna sér þetta, hvort sem að þeim langi að fara í vibe forritun, einhver svona vibe markaðssetningu eða bara fara að nota þetta meira út frá vibe frekar heldur fræðum, hvaða fyrstu skref ættu að taka? Sko, að því að enginn búinn að búa til uppskriftina, allir eru bara að prófa að segja áfram, að þú veist, ég held að besta bettið þitt sé bara að
bara prófa og fara bara af stað og reyna að nota þetta fáið þetta innblástur frá öðrum þú þarft ekki alltaf að finna upp á hjólinu og þegar að 1000 manns reyna eitthvað og 5 þeirra dettur eitthvað sniðugt í hug þá getur þú lært rosa mikið frá því að sjá það sem þau eru að gera algjörlega en ég held að fyrsta skrifu sé að fá svolítið tilfinningu fyrir bara því að vinna með gervigreindinni almennt Ég bara að sjálfsögum mælum við með að tjekka á ChatGPT og koma námskeiði okkur í endurmenntun eða panta okkur inn til fyrirtækisins. Rosalega gott fyrsta skrif. Já, en ef fólki langar að kynna sér Vibe forritun meira, ef þið eruð forritarar nú þegar, þá mæli ég með að tjekka á Cursor eða Anti-Gravity frá Google eða Claude Code. Þetta allt svona lausnir sem eru með mann svolítið involveraðan í gegnum forritunarprósessið. Ef fólk hefur aldrei forritað áður og langar að taka sín fyrstu skref, þá mæli ég með að tjekka á Replit eða Lovable sem eru aðgengilegri lausnir sem að leiða mann betur í gegnum ferlið og gera manni kleift að gera hluti án þess endilega að vita nákvæmlega hvernig þeir eru að virka. Svo ef við langar að fara að gera Vibe glærur, að nota Gemma app. Gamma.app. Já, Gamma. Gamma.app. Gemma er önnur gervigreindalaust frá Google. En já, Gamma.app. Já, það er geggjað upp á bara Vibe Sales að bara hendi glærur og gera það bara custom fyrir eitthvað fyrirtæki eða eitthvað proposal. Ég setti einmitt inn beinagrind fyrir fund sem við vorum að fara á daginn. Við reyndum ekki á að nota þessar glærur, en ég ákvað bara að prófa hvernig Gamma myndi taka við þeim. Fengum geggjaða glærur út, sko. Þannig að það er eitthvað sem ég mæli með að tjekka á. Maður ekki farin að sjá mikið af svona glæruslopp, þannig kannski að fólk ekki komið fyllt. Ertu mikið að skoða glærur? Nei. Já, svo mæli ég náttúrulega bara með að fólk sé á YouTube og X að leið og algoritmin er farin að sjá að þú hefur áhuga á gervigreind þá bara myndu líklega ekki sjá með neitt mikið annað sko. Það er svo mikið efni sem kemur að inn. Já. En bara svona loka áminning og viðvörun, fari varlega með að deila svona slopp. Ef þið eru ótrúlega lítilli vinnu í eitthvað content, verið bara vakandi fyrir því að það er oft mjög sýnilegt fyrir þeim sem að þekkja gervigreind og að eitthvað er gert með gervigreind og þegar það er rosalega lítið efni þar á bakvið að þá er oft auðveldara að pikka upp á því heldur en áttar þig á þegar þú ert ekki með mikla reynslu á þetta. Þannig að ég held að það sé annars engin ástæða til þess að fara ekki og prófa. Nei, einmitt. Er það ekki bara þátturinn? Það held ég. Brilliant.